5, 4, 3, 2, 1. Góða kvöldið. Góða kvöldið, kæru áhorfendur. Það erum ég, Guttix og Giljagur. sem að heilsum ykkur í kvöld. Það er hérna æsispennandi leikur að fara að byrja á milli Musteri og Drauga. Pínulítil botbarátta, en það verður ekkert gefið eftir. Musteri er að koma úr losing streak breaking leik á móti Kartöflum, þar sem þau stóðu sig svakalega. Það var eins og að horfa á nýtt lið spila. Og hjá Draugum leikur ekkert minna við, því að ef þau vilja brjóta sitt losing streak, þá eru þau að fara að taka Musteri, sko. Já, þetta gæti farið báða vegu, þar sem Draugar eru með ringir með sér í kvöld. Já. Eða að sítja úr djöflum til að ringa fyrir sig. Hörkutankur. Svakalegur. Og ég held að það ættir að vera svolítið. Vonandi er hann líka bara búinn að vera að æfa með þeim. Vonandi. Sjáum bara hvernig þetta fer hjá þeim. Sjáum hvernig þetta fer. Þetta verður í það minnsta spennandi leikur og hvorugt liðið mun gefa neitt eftir. Við vitum að þetta eru bæði mjög góð lið, en það eru öll liðin í deildinni góð. Þeir eru búin að standa sig mjög vel allt síðan. Ég veit ekki með þig, en ég hlakka til. Ég er rosa spenntur fyrir þessum leik. Já. Og náttúrulega styttist í útsláttakeppnina. Styttist í útsláttakeppnina. Svo í raun og veru það er náttúrulega eins og flestir og kannski einhver sem eru að horfa og viti ekki að þessu að það er búið að bæta við 2 leikjum í neðri deild. 2 umferðum, það er round 8 og round 9, þannig að bæði þessi lið fá 2 sénsa í viðbót til þess að bæta á sig stigum, bæta á sig sigrum og þetta er ennþá galopin keppni. Svo það gæti bara með þessum 2 umferðum sem er að bætast við að bara allt getur gerst. Heldur betur, sko. Svo... En line-upið í kvöld, allavega á fyrsta mappi, erum við að horfa á Musteri. Þar eru Skaufur og Haffi, Snella og Aron, Reyrim og Golden Coconut inni. Svo á Draugum er Master, Sítja, Gutst, Ólaf, Ungfrú Rósa og Keith. Og þetta eru hörkuleikmenn. Allir búin að vera að standa sig eins og hetjur hingað til. Jöp. Þetta er búið að vera þraut fyrir alla. Það eru, þetta er 7. ferðin, já. Svo að þetta er búið að vera marathon. Þetta er búið að vera marathon. En við erum að fara í Lijiang. Já, Lijiang. Strax pása með þér. Það er bara að vera testpása. Testpása.
En við byrjum hérna á Control Center á Lijiang. Ég fer Og- yfir á drauga, segja, nei, heyrðu, nei, það er greinlega banna. Það er einhverju teknurleikar að styrja okkur. Svo að þetta vonandi eru ekki löng töf. Nei. Nei, þau ætlaði bara að hendi í 1v1 arena, skils mér. Já, leikmennir er eitthvað að grínast. Ég var alveg- reyndar alveg- ekkert, ég er ekkert að móti að horfa á það, sko. Ég er Það alveg var til í gaman að fylgjast með því. Ef ekki bara, þú veist, tala við mótstjórn og segja bara svona, hei, hvað með að hendi í 1v1 arena tourney? Það er náttúrulega frækt úr Overwatch líka að vera með svona All-Star Weekend. Það sem að það er gert ímislegt skemmtilegt. Já, er ekki Hver veit, gera eftir því sem almenni byggarinn stækkar, mögulega verður hendi eitthvað Já. All-Star Weekend fyrir okkur. Ekki væri það verra, horfa á City og Skauf hérna að taka Ryan 1v1 og hvað, Aron og Ólaf að taka hérna McCree face-off. Það verður svakalegt að horfa á, sko. Já, það er styrla. Horfa á hérna, taka hérna alla Roadhog playera í hérna deildinni og henda í Ilios Well. Það verður svakalegt. Svakalegt. 12 Roadhogs og ein hóla. Herru, við erum að fara aftur Við inn. erum að fara inn. Sjáum hvort þetta virkar núna. Þú ferði yfir hérna line-upið hjá draugum. Núna byrjum við á Gardens eins og áhörendur. Sjá. Held að ég sé að skoða rétt skip. Já, það ekki. Ég veit ekkert maður. Í rauða horninu eru draugar. Já, ég held að ég sé í rauða horninu. Ready. Jú, Ég er allavega að horfa á bláa hornið. Og sem sagt, í draugum, það er Master á Sarju, Asidia á Ryan, Gutst á Symmetru, Ólaf á McCree, Ungfrú Rósa á Lucia og Keith á Unu. Og hérna hjá Muster erum við með Skauf á Reinhardt, Haffa á Sarjunni, Snella er á McCree, Aron er á Symmetru, Reyrim á Lucio og Golden Coconut tekur Baptiste. Og núna erum við bara að hendast af stað. Musteri tekur teleporterinn, beintir á pointið, Sama með draugum. Draugar mæta þeim, Golden Coconut tekin út, en Skaufur finnur á Cynthia. Já, og Snella Gutst tekur fellur. Snella, Gutst tekur Reyrim, Reyrim. Ólaf Skauf, Ólaf bara on fire. Nei, hann dettur samt af Aron. Herðu, það er bara draugar eru með first cap The objective og is now að Cynthia er komin aftur. Þau eru samt einum manni undir en þau eru með TP á point Já. og búin að setja niður turrets. Núna eru þau að koma hérna inn frá, sem sagt, frá þessu svona í rauninni bak við pointið. Cynthia hendur í graf, Nei, en Shatter Shatter, en Skaufur hérna, blokkaði þetta. blokkaði þetta. Þau samt taki það þótt að hann Já, þótt að hafa blokkað Shatterið. Tók nei, draugar, nú var það Skaufur Já, blokkaði. já. Skaufur blokkar Shatter, en draugar taka teamfightið. Já. Sjáum að þau eru að reyna þessa sömu innkomu aftur. Já. Vonandi gengur henni betur núna. Ólaf hendur Ólaf er með þetta uppi. Bakka Musteri aðeins. Það eru Symmetry skildir á móti Symmetry skjöldum. Það er graf úti. Graf út frá Master. Engin fellur. Asidia fellur. Og Skaufur. Það eru engin Reinhardtar. Og Aron tekst að taka Gutst út úr fættinu. Ungfrú Rósa fellur. Musteri eru yfir. Snella fellur. Master En líka. Master fellur og Keith og Musteri eru búin að tryggja sér pointið. Já, 80-0. 80% fyrir draugum. Ef þau ná einu góðu teamfighti þá gætu þau unnið þetta point. Bara gott teamfight.
taka við pointið og síðan bara þurfa að halda. Já. En við sjáum hvað Musteri gera, þau hljóta að vera með einhver svör. Sjáum að Skaufur og Haffi halda í últin sín. Kemur út Matrix, Shatter. Já, Coconut hendur út Matrix. Þau eru að spila fjölfætta í kringu, Atna kemur grafið og teamfightið er búið. Musteri eru búin að taka, það er bara verið að clean upp og May fellur Gútst. Gútst fellur hann að síðastur. Draugar hafa ennþá nægan tíma. Sjáum þau eru svona að finna sig, grúpu upp. Þau ætla að prófa að fara til hægri, taka sömu innkomu og Musteri pointið aðan. Sjáum hvernig þetta gengur. Það er komið Turret sem... Skaufur er tekin úr, en drekinn frá Snellu er svakalegur. Það er 3 með drekanum. Samt Master náði 1 killi, en það er samt ekki nóg. Nei, það er vist ekki nóg að ná rænartunum þegar þú ert fastur í Hansson-dreka, sko. Og hann er hinum með við vegg. Ná er Musteri búinn að taka fram úr í prósentu. Musteri eru búinn að taka fram úr í prósentu. Þetta er komið á last fight territory hérna. Grafið kemur út á Master. Nú frá Ólaf. En þau eru inn í... Já, Ólaf er 3 með Núnu. Snella fellur. Aron fellur. Draugar eru að taka pointið aftur. Hann og kemur þarna lítið seinna að sitja. Og seitt. Hefðu getað nýtt það til betri tíma. Hefði verið að nota það í næsta teamfight. En við sjáum hvernig þetta fer. Þetta er galopið. Það er enginn að nálgast út nema Reyrim og Golden Coconut. Aron getur verið að fara að fá skjöld. Musteri þurfa að fara núna. Gútst er að detta í Blizzard. Já, Aron er fallinn. Skaufur fellur. Haffi. Kemur. Og Blizzard er komið á pointið. Það er bara 1 eftir, það er Lucio á Reyrim og Þetta er point fyrir Draugi. Þetta fór samt upp í 199. Þannig að það er aldrei að vita hvernig þetta endar. Musteri getur alveg tekið næsta point, næsta map. Musteri er með sjans á reverse sweepi á þessu mappi. Það er alltaf spilað upp í 2 og það eru 3 rounds í boði. Nú förum við næst yfir á Control Center og Musteri heldur þessu eins. Þeir eru með Snellu á hans á honum reyndar en ekki Makri eins og hann byrjaði aðan, en hann skipti náttúrulega aðan. Draugar breyta eins til, Gútst er komin á Junk, annars halda þið því sama. Já, þannig að það eru Rein, Saria, Röskomp á móti Rein, Saria og Röskompi með muninum á hvort þeir eru að spila Symmetry og Hanzo eða Junkrat Makri. Svo er líka munurinn á því að vera með Önu eða Bakk. Skaufur er fyrst til að falla. Og við sjáum að Sítja rössi hart inn. Hann er með liðið á baku sig. Þau rótið inn á pointið. Þau eru að ýta þeim bara aftur í áttina á spánunni sinni hjá Draugar. Musteri þurfa að bakka og fá aftur tilbaka liðsmenn sína. En þau eru að fara að henda í push núna. Þeir þurfa að passa sig á að Sítja sem Haffi tekur út Master. Haffi tekur út Master. Þetta er opið fyrir þau núna. Skaufur tekur Rósu, Haffi tekur Sítja. Kýta fallinn og Gútst tekur samt Aron. En Ólaf fellur og Musteri taka pointið. Það var hann til. Það var leiðilegt. Hann dó. Það er stundum leiðilegt að segja. Við sjáum núna að Musteri eru að gíra sig upp í að fara upp að hurðinni. Þetta er ansi algengt stratt en þau voru nú ekki nógu mörg til þess að fara alla leið. Þannig að þau ætla að halda pointinu eins og er. Við fara ofan, Snella tekur Ólaf út. Ólaf er alltinn og Master er dálítið fastur hérna. Já, heyrðu, Aron nær Master. Haffi tekur Sítja. Það eru bara Beam Dream Team hérna. Saria Symmetra að beama alla niður. Settur frá Skaufur, Skaufur fellur.
Það clean up og Musteri eru með þetta fight. Nú spurning, ætla Musteri að halda hérna harkalega uppi hurðina eða eru þau að fara að bakka aftur inn á point? Mér sýnist þau ætla að bakka aftur inn á point. Skaufur á leiðinni. Skaufur er náttúrulega leiðin tilbaka. Jú, þau... Hún kemur, þau eru að fara að taka móti. Þau hanga þarna við pointið. Það gekk fyrir þau áðan, sjáum hvernig það gengur núna. Það eru 5 ult, bráðum 6 til reiðubúin hjá hérna draugum og 5 ult hjá Hanna Hafli hendur í grafið. Dragon, Sjatti frá Dreki kemur út en Sound Barrier blokkar. Þau eru að falla í Musteri. Kemur en ekki Master beint. Nær engum. Gúst og Master eru fallir. Skaufur fellur. Þetta fight er fram og tilbaka. Hér kemur Symmetry skjöldurinn. Þetta gæti nú gefið Musteri dálítinn sjens á að halda aðeins lengur. Já, og þau vinna tífættið. Þau taki þetta. Þetta, ef enginn nær að toucha núna hjá draugum, þá er Musteri með þetta point. Bara allt og seint dekka en það er 1-1. Það er 1-1 og við förum spennt inn á Night Market. Það eru alltaf skemmtileg control-mappin. Horfa á 2 lið, berjast sama pointið, hver tekur stjórnina. Skaufur heldur sig á Reinhardt. Sítja komur yfir á Hammond eða Ball eins og Sítja komur yfir á Wrecking Ball, já. Nei, Sítja fer yfir á Vissu, hann er eitthvað óákveðinn. Þeir eru að grínast eitthvað harkalega í okkur núna. Master eitthvað á Roadhog, þeir eru bara einhverju flippi. Þeir eru í einhverju flippi núna. Skaufur og Haff er að minnsta kosti á Reinhardt og Sariu. Stella er komin á Mei og Aron á Symmetry. Hreyrim er á Lucio og Golden Coconut á Baptiste. En draugar eru búin að flippa skriptinu aðeins. Já, þeir fara yfir það sama, nema Gúst er á Sim. Gúst er á Sim og Ólaf er á Magrínu með það. Musteri er að taka niður drauga eins og ekkert. Musteri taka þetta fyrstu teamfight. Og það er ekkert eftir nema bara að kappa pointið. Sjáum við hvað draugar ætla að gera í þessu. Við sjáum að Aron er búinn að setja upp turretinn sín hérna við hurðina. Þannig að ef að draugar ætla að pússa hérna inn. Og Master er komin yfir á Dífuna. Dívan getur verið gott pick á þessu mappi. Þau ákveða hreinlega að forðast algjörlega turretinn hjá Aroni á Symmetry. En hann er að nálgast skjöldin sem að gæti nú bjarga þessu ef að teamfight verður að líta ítla út fyrir Musteri. Þau eru að reyna að pusha inn. Sjáum að Haffi er komin hérna með anti-nate en Golden Coconut notar demonstrandi fyrstu til að bjarga honum. Sítja tjart að forða sér. Já. Það eru komið 2 pick, 3 pick Nei, 2 pick hjá hérna Musteri. Þau eru að pusha inn bara vel tilbaka. Gúts nær hérna góðu spammi með Junkrattinum og tekur Haffa. En það er ekki nóg til þess að stabilisa hennan teamfight. Þau þurfa að bíða. Draugar eru komin með 4 ult og geta nýtt það bara rosa vel ef þau vilja snúa þessu leik algjörlega við. Já, þau eru með mikið úr að móða og þarna kemur sjálfur frá Sítja. Kemur samt Matrix. Og hér kemur... Nei, Field, kemur út Blizzard. Og Nanoboosti kom frá Kid. Haffi heldur í grafið sitt. Mjög góð ákvörðun hjá honum. Þetta mun nýtast honum í næsta fæti ef hann vill stoppa þau hérna í approachinu. Master eitthvað Digitalia hjá pointinu. Hann er eitthvað 1. Ætla ekki að toucha til að... Er Master að fara að reyna að toucha? Þarna kemur að Sítja inn á Wrecking Ball og Master kemur og bakkar hann upp. En þarna kemur grafið. Sítja er frosinn, hann... Kid fellur á mörunni. Master fellur. Gútster tekinn út og... Frú Rósa, nei. Þetta fight er búið og Musteri taka fyrsta map á Lijiang. Endur bara í 1 GG hérna, sko. Já, þetta var góður leikur, sko.
Play of the game. Ólaf er hérna með Play of the Game. Þetta er örugglega hérna á... Já... Beið rosa vel. Þetta var mikil þolinmæðisvinna hjá honum. Ég væri ekki með þessa þolinmæði, ég get alveg sagt þér það sko. Ég væri ekki á Makrí til að byrja með sko. En þá eru reglurnar þannig að sá sem tapar mappinu velur næsta mapp og næsta mapp er einmitt hybrid mapp. Ég er rosa forvitin að vita hvað draugar ætlar að velja. Já, það er spurning hvað draugar vilja henda í, en ef við að taka smá refresher fyrir það sem að muna það kannski ekki. Hvað hybrid map eru? Hybrid map eru sem sagt, er það að attacking liðið fer sem sagt upp að point og þau eru að kappa pointið og þar að leiðandi geta þau síðan múfa payload og þau eru að koma því síðan í endanum á mappið. Já, og eins og nafnið gefur til kynna þá er þetta svona dálítið blanda af assault mappi og payload mappi. Já. Það er enda kallað hybrid. Og það er verið að spyrja hvort við sem tilbúinir, við erum með þetta tilbúinir. Það er einhver örlítil pása. Já, einhver er fór greinlega. Við hendum í eitt highlight. Það er greinlegt að einhver fór ekki á klósettið fyrir leik. Nei, þannig að þeir ætla að gera það núna. Fyrir þá sem er að keppa og er að horfa, endilega fara að pissa áður en þið fara að spila. Tæma blöðruna er mjög mikilvægt. Þú vilt ekki sitja hérna iðandi í sætinu.
Já. Já. Það er Þá 1-0. er pilsupassan búinn. Það er 1-0 fyrir Musteri. Við erum á leiðinni í hybrid mappið Eichenwaldi, Þýskalandi. Já. Flott staður. Væri geggja til ég að fara ánga sjálfur. Heima mapp Reinhard Wilhelm. Já. Minn maður. Æðislega gæi. Maður. Og mér skilst að Musteri ætla að byrja á Defend. Fyrst Já. að þau unnu mappið og þá fá þau að velja að taka Defend. Já, og það gefur sko dálítið svona tactical advantage að byrja á defense af því að ef þú nærð að stoppa andstæðinginn þinn algjörlega í sporunum áður en að hann nær að taka pointið úr þínum greipum þá ræðurðu mjög mikið því hversu mikið af mappinu þú þarft að spila. Akkurat. Það er munur á því hvort þú þarft að taka pointið og ýta payloadinu alla leið eða ekki. Svo við skulum bara sjá hvernig hvernig það verður úr þessu. Kannski verður þetta bæði liðin, kannski ná að komast alla leið. Það er einmitt það. Eichenwald er náttúrulega mapp sem að tekur mann á marga mismunandi svona bardaga staði ef svo má orðið komast. Þú ert með pointið sem er svona dálítið opið þannig að flestir halda við brúna og er kallað choke Traveling to Eichenwald. og svo ertu með brúna sem allir þurfa að fara yfir þar sem að ef að þú ert með flottan Lucio eða Roadhog þar er hægt að henda fólki bara hreinlega út af mappinu. Það Nei, er nóg af Initiating möguleikum. En nóg af möguleikum til þess að sjá harkaleg play í gangi. Við erum að hoppa inn í mappið. ready for battle. Já, og sýnist að draugar eru búin að velja og Master er á Sarju. Asidia ætlar greinilega að taka Ryan, Gutst á Mei, Olaf og McCree, Ungfrú Rósa á Lucio, Keith á Sen. Keith er nú komin yfir á Brigitte núna. Er Ef við kannski förum yfir Musteri af því að draugar eiga kannski eftir að breyta einhverju. Skaufur er þar á Reinhardt og Haffi á Sarjunni eins og áðan. Þeir eru að spila þetta dúo mjög vel. Snella er á hans ánum og Aron á McCree, Reyrim á Lucio-num og Golden Coconut á Baptiste. Svakalega flottur Baptiste player. Incoming. Mér skilst að Keith er búin að ákveða sig og hún ætlar að taka ununa. Já, Keith er að standa sig svakalega vel á önunni og er að lenda þarna góðum antinetum og stýtverts. Draugar ætla að fara vinstri við turnin. Draugar er alltaf að fara vinstri og Musteri er að gefa þeim dálítið mikið pláss hérna. Þetta er áhugaverð taktík hjá þeim að defenda svona aftarlega. Þau bara vilja greinilega ekki fara af point. Eða bara vinna því eða bara Stella er búinn að taka Olaf og Sidia fellur þarna, Reyrim nær honum. Afti tekur út Master fylgir Master í kjölfarið. og Keith er bara fallinn og það er bara verið að klína sko. Gúts sleppur. Gúts sleppur með lífið sitt og felur sig þarna. Og nú eru þau bara að vera að gíra sig upp í annað approach, sjáum hvernig þetta gengur hjá þeim, en Musteri ætla greinilega ekki að fara neitt nær en þetta. Þau ætla bara að halda þetta í kringum turnin. Ætla bara að vera eins nálægt pointinu sem við getum. Já, en draugar eru búin að snerta pointið þarna. Kemur Hænún, Hænún kemur frá Aron Aroni og nær Ungfrú Rósu. Ólaf tekur Snellu, Snella nota Dragon. Snella nær Gutst og Keith í dreganum eftir dauða sinn. Og þarna er bara... Sarju 1v1 Haffi og Master að taka 1v1 á pointinu. En Master var svolítið low til að byrja hann að fight svo að það var eiginlega bara tilgangslaust að taka þetta. Já. En nú erum við að horfa á það að draugar eru með 3 ult og spawn advantage. Þau fara vinstri aftur. Þau eru að fara vinstri og ætla að... Kemur graf, Shatter út. Shatter kemur á móti og þau ná ekki að klára grafið.
Nær ekki hænuminu. Nei, Musteri ná að stabilisa þarna og ná bara teamkillinu. Tóku samt Freyrim. Freyrim verður nú fljótur aftur tilbaka á Lúsíónum og er nú komin meir en halva leiðina, þannig að þau eru tilbúin fyrir næsta push hjá Draugum. Draugar búin að læna þessu. Já, Draugar eru að ákveða sig, en þau ætla greinilega ekki að fara vinstur. Nei, Rósa fer að Sítja fylgir í kjölfarið. Gúst er á slæmi stað. Nei, hann sleppur! Musteri Kít óþægilega með aggressive. svakalega flott slípdast þarna til þess að stoppa Skauf frá að taka Gúst. En Musteri eru nú ekki að sýna neinar sprungur í brynjunu sinni og ef að Draugum fer ekki að takast að ná yfirhöndin í einum af þessum tímfællum þá geti ég séð þetta enda í full hold. Kemur Þarna Nano og kemur Ræni. Nanobústið á að sitja, en þau svara með hæn nún. Ólaf fellur, snella nær honum, Shatterið er stórt en að sitja fellur. Freyrim fellur. líka. Kemur úr Blizzard. Blizzard kemur út. Þetta er að opnast fyrir Draugum. Ekki. Kít nær ekki að passa sig nógu vel á drekanum, fellur og endurkoman er til staðar hjá Musteri. Ball. Að Sitja kemur á Wrecking Ball en er ítt í burtu. Ólaf fellur þarna og Draugar eru að falla tíma. Ef einhver fer ekki að snerta bráðlega þá er þetta mapp að fara að klárast. Musteri í vil. Skaufur heldur ennþá í Shatterið sitt. 10 sekundur. Þau þurfa að fara að toucha point. Master á Sýnist dífu. Master ætla að vera Þeir hinum gerir megin. það á dífunni. Ætla einhver snerti. Honum tekst það ekki. Огонь по готовности! Musteri voru bara tilbúin. Létu Musteri- ekki þetta. Nei, þau lásu andstæðinginn svakalega vel. Voru með svar undir rifi hverju. Ég hef bara að segja að Draugar voru ómikið að vinna sig í sömu áttir. Sem var Já. bara, það var mjög dýrkeypt. Bara, þú veist, þeir voru ekki að mix and matcha hvaðan þau ætlaði að koma. Þau bara fóru í raun og veru bara sömu áttir. Og það var bara, Þau töpuðu dálítið á því að Musteri las þau mjög fljótt, rosalega vel og Draugar voru hreinlega bara ekki með plássið til þess að breyta leið fyrir en of seint. En hvað ætla Draugar að gera til þess að halda þessu? Segðu mér nú frá. mjög erfitt, en Master ætlar að taka úr rissu og Sítja er komin á hans Sigma, Guts er komin á Torp, Ólaf á Krím, Rosa á Moiru og Kít á Unn. Nei, ef að Guts tekst að setja turretið sitt á góðan stað, þá er þetta náttúrulega rosalega mikið poke damage sem að verður erfitt fyrir Musteri að taka á nema þau fari hreinlega beint á turretið hans og taka Mér á. sýnist að hann hendir hana yfir. Þetta er státt kannski aðeins og langt. Já, hann er eiginlega ekki með í rauninni line of sight á neitt akkurat núna, hann mun þurfa að færa það. Já, hann nær line of sight eiginlega bara í endanum á pointinu. Já, það er ekki fyrir hann að þau eru komin inn á point, þá eru þau komin of langt, sko. Við þurfum líka að reikna með því að Musteri þarf bara eitt tikk á pointinu, 33% rúmlega. Þau eru að fara bakvið og þau ætla bara upp á hækkanandi til þeirra. Þau eru reyndar hérna í mjög mjóum gangi, en Golden Coconut er tilbúin með Immortality Fieldið til þess að svara antinetinu. Sítja er fallinn og Musteri taka niður turretið. Draugar. Þau eru að íta þeim á pointinu. Já, Rosa fellur, Kít, Gutst. Þetta er bara fyrir Musteri. Það er bara þannig. Musteri er komið 2-0 yfir. Tók þetta eins og ekki neitt væri að. Og það var greinilegt að Musteri svona reyndu aðeins að skáta út hvar draugar voru leið og þau sáu að þau væru upp á hægrandinu. Þá fóru þau bara í kringum, fóru aftur fyrir þau og svo héldu þau bara áfram að íta þangað til að það var ekkert pláss eftir fyrir drauga. Það var bara, þau voru bara ekki að búast við því. Bara alls ekki. En við sáum hann að play of the game frá Hafa. Þetta var flott graf.
Já, Haffi að standa sig vel á Saríunni, mér finnst allavega ekki gaman að mæta honum Nei, þegar ég að spila Saríu, það ekki, hann rosalegur. ég verð pínu hræddur, sko. Hann með góða bublur og góð grafs. Já, hann réttur maður á réttum stað, á réttum tíma, bara yfirleitt alltaf, sko. Yfirleitt. Og næst förum við yfir í Assault Map, eða 2CP eins og það oft kallað, 2 Control Point. Mér skilst að draugar ætla að taka Hanamura og Musteri ætla að defenda. Musteri ætla að defenda og það eru að koma substitutions hjá Musteri. Við erum að sjá Golden Coconut fara út og Twintail Fox kemur inn. Þetta á eftir að vera eitthvað, ég rosa forvitin að sjá hvað þau ætla að púlla með Twintail Fox. Það verður eitthvað spennandi, sjá hvað þau gera með Twintail Fox í line-upinu. Hún náttúrulega mjög flinkur multiplayer og lumar á ýmsu öðru líka. Já, hún ekki bara Mercy Main, sko. Nei. Það spurning hvort þau ætli að draga fram Mercy-inn hennar eða hvort að þeir séu að skipta út baptistinum fyrir Önu og svara Önunni hjá Keith með sinni einun. En eins og ég viti til, eins og við höfum spilað gegn Musteri í skrimmum og svona, þá eru þau svolítið vígaleg á Hanamura. Þau eru ansi vígalega á Hanamura. Svo að með minni bestu getu þá get ég nokkun veginn svona giska á hvað þau ætla að fara með hvað þau hafa alltaf farið gegn okkur. Já, hvað þau hafa búlað gegn okkur. Þau unnu okkur þarna dálítið harkalega á Hanamura síðast að við mættum þeim. Þau hafa yfirleitt alltaf tekið okkur, þetta er þeirra mapp. Þetta er mappið þeirra, fyrir allan peningin. Þetta líka heimamapp Hanzo og Genji, enda þetta staðurinn þetta heimastaður Shimada klansins. Og featureað í við sjáum þarna. Já, þannig að stóra byggingin á Point B, það er náttúrulega heimili Shimada klansins. Fyrir Overwatch nördana sem eru að horfa, þá þetta smá trivia hérna inn, sko. Þetta það sem að Hanzo og Genji mætast í cinematicinu. Já. En í draugum þá Master á Saríu, en Acedia tekur aftur Rein, Guts tekur Symmetra, Ólaf á McCree, Ungfrú Rósa á Lucio og Keith á Önu. Og við sjáum dálítið áhugavert defense comp hjá Musteri. Þau eru komið skauf á Saríuna. Haffi á Wrecking Ball, Snella á Hanzo og Aron upp á hægrandinu hægra megin á Soldier með Twintail Fox að dansbusta sig. Freyrim að spila Zenyatta og þarna vinstra með pointið, en Acedia komin alla leið að honum. Þau eru TP vinstra með pointið, Keith mjög low og þau taka Master og Guts. Keith fellur en Freyrim fjall líka. Haffi fallinn, Acedia og Snella og Ólaf. Mjög jafnt, en ekki nóg. Defenders advantage þýðir að það ekki nóg fyrir drauga til þess að taka pointið. Þau þurfa að regrúpa. Sýnist að Musteri eru nokkurn veginn komin öll saman aftur. Já, Draugur sein á ferðinni. Já, Aron og Twintail Fox búin að færa sig yfir. Fara upp. Núna fara þau upp, já. Hoppa niður. Þau eru komin hægra með pointið. Rosa Keith falla. Nú eru draugar í slæmum málum með enga healera uppi. Þau eru dálítið spread. Master komin einn inn á pointið og Ólaf nær Aroni. Acedia komin með honum, en þeir falla. Ólaf, Master og Acedia. Og þá engin eftir nema Guts sem ég held að hafi sloppið baka. Hann rosalegur í að sleppa. Hann slingur, hall sem all, heldur betur.
neitar að falla. Mér sýnist að Master er komin yfir á dífuna. Já. Time to raise my AP. Og Guts er líka búinn að breyta, hann er komin yfir á Mei. Já. Þau eru hættar hennar TPA. Master fyrir upp, ætlar að vinna Master er farin gegn upp. Aron. Hann er að... Þetta er... Ég er að fá hérna bara flashbackin frá því að vera að reyna að taka musteri hérna. Snella með drekana sem að bara missa ekki marks. Þetta eru sömu drekar og voru að taka leikina móti kartöflum algjörlega alla stjórnina, sko. En Master kemst út með líf sitt og mekka. Það eru þetta í 1,5 mínútu eftir. Við þurfum að fara svolítið að fókusa Aron og Twintail vegna þess að þau eru bara uncontested þarna uppi. Aron og Twintail þarna upp á þessu hægrandi eru bara að farma. Svo leið og þau fara niður fyrst þá ætti pushið þeirra að vera alveg töluvert. Sítja hérna vissi pínlítið fókusun og ætlar að taka hann Rosa inn á point, virkar ekki alveg. Draugar þurfa að fara að regrúpa. Gerist ekkert án 2 healera hjá þeim. Nei, nú eru 60 seconds. þau eru líka, Ólaf fellur. þarna fellur Ólaf og Haffi er bara uppi í gluggunum að skjóta niður á þau. Þau eru að reyna að regrúpa en Muster ætlaði ekki að gefa þeim það ókeypis að fá alla tilbaka. Master er alltaf að reyna að ná Aron og Twintail en það markar strax beint út. Ég get sagt þér það frá eigin reynslu og þú veist það alveg að það er erfitt að komast þarna upp Já, til það þess er að bara, taka sótjarinn. það er eiginlega bara ómögulegt. Þau eru bara búin að vera að æfa þetta alveg rosalega. Master étur grafið. Svakalega stórt play hjá honum og hann er með bombu, hann nær tveimur. Snella og Haffi falla, nei Guðst er fallinn, Aron er ennþá þarna, það þarf að taka Aron, hann er stórhættulegur. Og Master missir mekkan sinn og lífið og þetta er bara búið. Aron er með væsarinn uppi og hleypir engum í gegn. Full Hann er bara home. búinn að skella í lás. Þau ætla greinilega bara að vinna sér þennan leik. Já, Musteri ætla að taka þennan leik 3-0 og það bara þau greinilega ætla ekki að leyfa neina aðra niðurstöðu í kvöld. Initiating. Draugar þurfa núna að vinna finna út eitthvað svakalegt komp til að stoppa Musteri. Og draugar hefðu náttúrulega ekki valið Hanamura án þess að vera ansi viss það að þau gætu tekið sigurinn hérna. Þannig að ég býð spenntur eftir að sjá hvað drauga eru með í pókarhóttinu til þess að halda. Þau þurfa náttúrulega að ná full hold hérna ef þau ætla að halda sér inn í þessum leik og lengjan eitthvað, að viti. Master er alltaf að taka á rissuna, Sítja er á Sigma, Ólaf er kominn á Soldier og Kate ennþá á Unu. Já. Gúst er kominn á Sim, Ungfrú Rosa er kominn á Mercy. Ætli kannski Ólaf og Ungfrú Rosa að bulla Aron og Twintail? Það er spurning hvort að þau ætla að reyna að herma þetta eftir, en mér langar að reyna að koma inn hérna að Sítja er á uppáhaldsfljúandi hollendingnum okkar allra, á honum Sigma, sko. Já, það klikkar ekki, sko. 4, 3. En sem við hendur það hvernig eru í Musteri, hvað þau eru að rönna? Hörðu, þau eru með þetta pump sem að fór mikið í taugarnar á okkur og þau eru að rönna hérna Haffa á Wrecking-Ball, Skauf á Sarjunni, Snella er á Ash, er stórhættulegur á henni, Aron er á Freysetnum og er kominn í baklænið, Freyrim er á Sen og Twintail Fox er á Mercy. Þetta ball tracer kompjáðum er alveg rosalega pirrandi. Já, þetta er Rosalega mikið... tett í gæmi hjá þeim, sko. Nei, Þetta fellur er- Haffi, 1 point. Haffi fellur þarna, þetta er mikið álag á baklínuna af því að þú ert í rauninni með 2 mjög leiðinlega flankera alltaf fljúandi og skjótast í kringu þig að reyna að ná killum og við sjáum þarna að Aron hleypur inn og reynir að taka Ungfrú Rósu út en hann hérna Kemst ekki sér við almennilega honum. að.
kemst ekki almennilega, það er að Þau eru að passa bakka upp. rosalega vel upp á healerana sína. Þau eru reyni með, þau eru að runna þetta sem sko 2 unit. Þau eru annars vegar með tankana sína upp á hægraftinu en Master er orðinn einn eftir þarna. Cynthia komin á pointið og Master fellur fyrir Snellu. Og nú er Haffi kominn inn. En Haffi hann er slípaður. Aron fellur líka. Fellur líka. Kemur sæts frá Ólaf. Ólaf er á legs. Nei, hann fellur. Visorinn nær ekki að stoppa þau. Kemur út frá Twin Tail. Já, Twintail ætlar að halda öllu liðinu sínu, eða því sem eftir er af því á lífi. Haffi er komin aftur. Rosa fellur. Já. Keith fellur. Skaufur er að gera stóra hluti. Cynthia er að taka þarna plugsið. Og hann tekur út Skauf, en hann fellur sjálfur. Skaufur er tekinn aftur upp af Twintail Fox, það er resið. Já, þetta er bara búið. Muster er bara... Hugsuðu bara ætla að taka winnið í kvöld. Voru rosalega aggressiv. Já. Og bara sáu þetta ekkert gekk upp fyrir drauga. Þeir sáu bara til þess, já. Og Musteri eru náttúrulega, þau eru orðin hungruð. Þau töpuðu fleiri leikjum heldur en að ég er nokkuð vissum að þau hafi tapað fleiri leikjum en þau hefðu viljað. Og þau eru hætt að tapa leikjum. Þau eru bara búin að sýna okkur það. Tóku kartöflur í síðustu viku og þau gáfu draugum ekkert eftir í kvöld. Já. En eftir stuttastund, þá eru viðtöl. Þá ætlum við að fá einhverja Og ekki fara neitt í burtu. tvo æðislega einstaklinga í gott spjall. Við ætlum að tala allt milli himins og jarðar. Heat ávist að koma fyrst. Traveling to Hanamura. Fyrir hann drauga. Initiating match. Og Þá ég hlakka til kemur að... ljós að hver ætlar að koma fyrir hönd Musteri. Já, mér sýnist það verða Hreyrim. Við fáum hann síðan í spjall eftir það. Sem sagt, Keith og Hreyrim eru fyrirliðar Drauga í sínu liðum. Og við erum komið með Keith inn. Góða kvöldi, Keith. Góða kvöldið. Herru, þetta var eitthvað. Þetta var eitthvað. Þetta hlýtur að hafa verið pínlítið sárt að tapa þessu. Já, en Musteri er bara orðið svo sterkt núna. Þau eru búin að æfa svo mikið og svo vel saman og þau eru komið með þessi strats. Algjörlega. Bara vel gert Musteri, sko. Það var geggjað. Þau eru algjörlega að sína sér nýja hlið núna eftir að hafa, eins og þau sögðu bara sjálf í síðustu viku, bara fundið sig sem lið. Já. En Það er flest. svona við hverju bjuggustu þegar þið komið inn í leikinn? Eða svona áður en þið komið inn í leikinn? Hvað voruð þið að fara inn með? Þið bjuggust við svona old school slugfesti? Já, þú veist, við byggust við, þú veist, kompinu þeirra. Við höfum skrimmað við Musteri tvisvar. Já. Og við svona vitum hvað þau spila. En við bara erum ekki með svar. Nei. Eiginlega. Ég sá það að gekk pínlítið erfilega að finna svör. Ykkur gekk samt ágætlega þarna í byrjun á Hanamura að passa vel upp á bæði þig og Ungfrú Rósu. Vera með DPS-ana hjá okkur. Það gerði svona Haffa og Aron ekki alveg jafn bólsi í að fara bara beint inn. Vitandi það, þeir geti dáið hvenær sem er. Akkurát. Já, við erum búin að æfa okkur smá í að vera að bara passa upp á hvert annað. Já. Hvernig gekk að æfa með Cynthia fyrst að hann er ringers fyrir ykkur? Já, það hefur náttúrulega kannski ekki haft góð áhrif að missa út tankinn ykkar rétt fyrir leikinn. Ég held að hefði ekki haft, ég held að hefði ekki farið neitt eitthvað öðruvísi, já, við svona æfðum aðeins með að setja fyrir leikinn. Það bara gekk mjög vel, þú veist, það var bara... Það er flott að spila þig. Já, ég held að það sé alveg jafn góðir rænspilarar, sko. Já. En það var alveg fínt að vera ekki með voicelines í eyrunu hverju sekundu, sorry Ragnar. Ragnar, það hefur verið að calla út. Ragnar þetta, hætti að spamma voicelines. Já, bara, þetta er óþólandi. En hérna, er eitthvað svona sérstök shoutouts langar að bera svona kennsla og voru einhver svona sérstök moment í leiknum sem að þér finnst svona að þurfa að draga fram?
Ég vil nú bara þakka Musteri fyrir góðan leik, fyrsta lagi, og við erum svaklega glöð með að ná einu pointi á Control. Það var geggjað. Og Já, þið stóðu ykkur vel, sko. við nefnilega stóðum okkur öll mjög vel og ég held að við þurfum að hugsa meir það jákvæða en það neikvæða. Það daldið sem maður þarf að vinna í, sko. Það er svona okkar kennimerki í berserkjum allavega og við erum að fara að mæta ykkur núna í round 8, þannig að Já. þakka til að taka þann leik. Já, mjög. Og svo eru þið að mæta útlögum í síðasta leiknum ykkar, round 9. Hvað ætlið þið að gera eitthvað sérstakt til að undirbúa ykkur fyrir þessa 2 leiki? Engin strött, ég er ekki að reyna að skáta út hvað þið að gera, en svona andlega undirbúa ykkur? Auðvitað ekki. Við höldum bara áfram að skrimma eins og við gerum og að tala hvað betur geti farið og reyna að æfa okkur aðeins. Sérstaklega með old economy og svona, við þurfum daldið að passa upp á það. Já. Þið voru þarna á stundum komið með 6 ult og maður var nokkuð viss að þið værið að fara að taka teamfight, svo einhvern veginn var eins og það væri eitthvað miscommunication hvernig þetta vinn úr þeim. En það voru alveg flashes of brilliance þarna hjá okkur. Og ég sé það að þið eru lið sem spilar vel saman. Takk fyrir það. En Musteri eru bara búin að taka sig svakalega á. Þau eru búin að gera það, þetta er alveg bara impressive, sko. Þau vilja allavega ekki enda í neðst. Þau vilja ekki enda í seinasta sæti, það er alveg hreinlegt. Hreina línur, sko. Við höldum því sæti hlýju fyrir næsta manneski, sko. Já. Kýleikur, þú með eitthvað sérstakar spurningu? Ég með eina mjög góða spurningu. Ég ætla líka að spyrja Hreyrim að þessari spurningu. Ert þú búinn að labba upp á gósinu? Ég bý í útlöndum, þannig að nei. Býrð í útlöndum? Ertu að spila á bara 200 ping hérna? Nei, ég er bara með 60 ping, sko. Þetta er bara allt í gangi. Já. Þannig að þú er ekki fengið tækifæri til að labba upp á gósi? Nei, ég hef hins vegar fengið margar myndir frá fjölskyldumeðlimum og allskinn, sko. Þetta byrja að vera svolítið gott með alla þessa myndir, finnst mér, sko. Alltaf einhver einn bara, já, ég eru ekki búin að sjá nóg að gósinu núna, Hefur það haft mikil áhrif á liðið ykkar að þú sért erlendis, eða? Bara eins og það gerir. Það, þú veist, maður lifir bara, lífið heldur áfram. Þið eru ekkert að fara saman út að borða á næstunni? Það er ekkert opið, þannig að nei. Rétt. Það er alltaf læst þar sem ég er, sko. Frábært. En bara, viltu sjáta át einhverja í þínu liði? Og að lokum? Herri, ég sjáta át bara til Ragnars. Við saknum þín. Og mér skilst að hann sé að spila fótbolta, þannig að gangi honum vel. Já, ég vona það líka. Betur en okkur. Já, takk fyrir kít og ég ætla bara að segja að gangi vel í næsta leik. Takk Þó hann sé á móti okkur. Gangi ykkur vel. Já, takk fyrir mig. Og við fáum Hreyrim síðan í stuðspjall. Já, takk hérlega fyrir mig. Já, takk. Mér skilst þá Hreyrim bara komin strax inn. Er hann mættur? Halló, Hreiðar. Góða kvöldi. Hvað segirðu gott? Við segjum bara alveg ljómandi gott. Já. Hvernig er þetta kvöld búið að hafa á ykkur? Við erum bara drullu satt, sko. Okkur fannst við vera bara að spila ógeðslega vel, sko. Já, þið stóðu ykkur eins og hitur. Stóðu ykkur eins og hitur. Sætur sigur. Algjörlega. Og þið eru búin að brjóta þetta kurs sem var á okkur fyrir hluta seasons. Gjörsamlega, sko. Við vorum öll að ráða brjálaði. Byrjuð á því að taka eitt af sterkari liðunum í deildinni og malaði á mjölinu smerra og takið í þennan leik. Eru þið hætt að tapa leikjum á seasoninu? Ég held það. Ég segja að við séum bara búin. Núna sé ekkert eftir nema sigrar. Já, við erum náttúrulega að taka næsti leikur ykkar er á móti Þorbirni og svo takið þið leik á móti Uxum til þess að loka seasoninu. Þú ert þess að bjartsýnn fyrir hönd liðsins að þið takið bara þessa 2 leiki algjörlega og rúlið þeim upp. Algjörlega, sko.
Það eru meðlimir í Þorbirni sem að voru í musteri og Já. við þurfum að sýna þeim að það hefur verið vitlaus hugmynd að skipta um þig. Þorbjörn er samt frekar ofalega núna. Svo Eru þið... Já, það getur verið svolítið erfiður leikur ef við erum að líta á tölunar sko. Þú veist að þá er kannski Þorbjarnarleikurinn sko erfiðari heldur en Uxarleikur. En eru þið stressuð fyrir leiknum á móti Þorbirni eða eru þið nokkuð vissum að þið munið taka þetta? Sko, við tókum þetta skrem við þá fyrir svolítið síðan en við erum alveg þrjusu jöfnlið þannig að við hugsum að þetta verði mjög svona 50-50 leikur en við endum alveg pottitt á því að taka. Þetta er leikur sem að gæti farið í 5-up og endaði í 3. raundi í síðasta control-mappi. Já, gjörsamlega sko. Ég vil vona ég að það endi í official streaminu. Ég vil vona ég að fá að kasta honum maður. Þetta eru uppáhaldsleikirnir mínir. Allir leikir sem fara í 5-up. En er einhver sérstök moment sem að þið langar að svona highlighta í þessum leik? Specific moments? Já, svona einhver svona ult combos eða einhver play sem að komi frá öðru hverju liði sem að sitja í þér eftir þennan leik? Ég meina, allir leikmenn voru að spila alveg frekar vel en ég hugsa bara að holdið okkar á Eichenwald að það sitji svolítið eftir sko. Já, það er líka þegar ég fór hana fyrir aftan sko, það var alveg takkgrandið ykkur á Eichenwald var það var svart. Þau bara áttu they didn't see it coming sko. Já, það er eitthvað sem að Coach Futhark er búinn að nefna við ykkur að reyna ef að það er Double Barrier Bastion kom þarna en við sáum körréttið og heldum að það væri Bastion þannig að við rotatum bara strax á baku. Þetta var rosalega gott play. Þið eru svolítið búin að læra af því það sem við gerðum við ykkur í Eichenwald. Já, þið sjáðu að kartöflur reyndu í síðustu viku og þeim var slátrað. Já, Ég er búin að vera duglega að æfa þetta. Já, við erum búin að taka Bastion, The Bastion Talk svolítið núna. Já, en þetta, svo ég segi það sem mér finnst þetta Eichenwald hold. Þegar ég sá hvað þið voru að halda aftarlega var orðin pínur hræddur fyrir ykkar hönd, en svo sá ég bara þið voru með réttu rotationinn á réttu tímum. Er þetta líka eitthvað sem að koma frá Coach Futhark? Já, algjörlega sko. Líka ég ætla að segja sama og ég sagði í síðustu viku á móti kartöflum að það að velja Eichen var mistök hjá þeim þar sem að Eichen er eitt af okkar sterkustu möppum. Já, líka ef ég hefði verið að taka hann að leika á móti ykkur hefði ég aldrei nokkuð tíman valið Hanamura heldur. Ef við snertum aðeins á þessum ströttum hjá okkur þar, sko. Setja Aron upp á high-groundið með Twin-tail Fox, það er mögulega eitthvað það mest pirrandi sem ég hef lent í sem spilari. Algjörlega, sko. Ég man þegar ég var að spila á móti ykkur hérna, hvort það hefði verið í skrim eða leik, en ég held ég að sko 3 mismunandi hetjur til þess að reyna að koma Aron af þessu high-groundi og hann haggaðist ekki. Bara fer ekki. Nei, af því að svo leiðu þið byrja að setja resources í það að ná Arni þarna niður að þá eru 4 aðrir leikmenn sem eru tilbúin að drepa ykkur á það þegar það eru að leiðin upp. Akkurat, sko. Og náttúrulega líka bara afganginn á liðinu. Það fyrir 1 tankur og það var 1 eftir og hvað gerir afgangurinn? Nákvæmlega. Svo, mér langar að segja bara að þakka að setja fyrir að stíga inn fyrir drauga. Kom inn í lið sem er svolítið mikið samhæft. Þannig að hann stóð svo ógeðslega vel, sko. Hann stóð sér svakalega vel. Það sá ekki á að þetta væri neitt slæm hugmynd til þeim. Nei, alls ekki, sko. Og svo, ég ætla bara að segja að þetta er redemption arc fyrir Skauf að fá að setja hann niður eftir að djöflar unn okkur. Já, ég trúi því. Skaufur hefur haft gaman af því að berja aðeins á að sitja eftir þann leik. Já, alveg pínuð, sko. Guð, hann Gilleikur var með spurningu hins vegar sem honum langaði að skjóta fram. Já. Ert þú búinn að labba upp á gosinu? Nei. Nei, af hverju ekki? Já, því að
Ég vil ekki komast á nálægt guðunum. Já, það svona, ég svolítið sammálaður í því. Ég vil ekki fara of nálægt öðru fólki, sko. Já, það líka annað. Já, Fólk hérna og enga grímur og neitt. Það er enginn að pæla í þessu, sko. Það svolítið... Þetta svolítið heimskulegt finnst mér, en ég persónulega sé ekki verið að banna fólki að labba þetta, en ekki myndi ég nenna þessu sjálfur. Nei. En það skilur þetta ekki. einhver loka orð, Hreiðar? Eitthvað shoutouts sem þú vilt henda út? Já. Ég vil bara gefa öllum einstaklingum Mysteries shoutout. Þau eiga öll velskilið eftir leikinn. En svo líka eins og segja, að setja hann þarf specific shoutout fyrir það að tekja að sér að steppa inn. Það var svakalegt, sko. Þetta var flott. Bara vel gert, já. En við erum þá bara held ég búin í kvöld. Já. Til hamingju með sigurinn, Hreiðar og Musteri. Og bara gangi ykkur vel í næstu leikjum og haldið áfram að vinna. Takk hérlega fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Takk og bless. Herðu, þá erum við búin að heyra í tveim meistarlegum fyrirliðum. Og mér skilst að það var stutt kvöld. Gekk mjög hratt fyrir sér. Og mér skilst að á morgun þá verður strímað leik útlaga á móti Djáknum. Já. Það á eftir að vera æsispennandi að fylgjast með. Já. Djáknar eru sitjandi í 3. sæti í deildinni með 4 sigra og 2 töp. Á meðan útlagar eru að reyna að koma sér upp í 4 sigra, eru í 7. sæti núna, en ef þeir vinna leikinn á morgun á móti Djáknum, þá breyta þeir stöðu sinni ansi mikið og verða komnir jafnvel í 4. eða 5. sæti, eða 5. eða 7. sæti og gæti þá átt góðan séns á að komast í umspilin og allt það heila klapp. Þetta verður mjög spennandi leikur hjá Djáknum og útlöfum. Þetta verður bara mjög spennandi. 2 næstu umferðir. Algjörlega. Allt. Bara svona... Allt getur gerst. Það verið að henda öll upp í hæsta gír og hvað sem getur gerst. Og við enduðum þennan leik á 3-0 sigri Musteri yfir Draugum. Og ég bara fyrir mína hönd þakka fyrir mig. Ég hef verið Guttix. Fyrir minn fót, þá þakka ég fyrir mig. Og það er við Guttix og Gillagur sem þakkum fyrir okkur og segjum bara eigið gott kvöld og góða nótt. Já, góða nótt. Takk fyrir okkur.